Já, komið sæl eftir á þessum rigningardegi í Reykjavík laugardegi. Við ætlum að ræða nýja atvinnulífi svo kallað sem nú oftar talað en áður, sérstaklega eftir aðgerðir ríkisstjórnarinnar í sjávarútvegsmálum og hingað er komin Björgvin G. Sigurðsson, viðskiptaráðherra, velkomin. Takk fyrir það. Það er kannski ekki tilviljun að þú situr hér viðskiptaráðherrann að ræða við okkur nýja viðskiptalífið og atvinnulífið. Álíka svolítið við þitt kjördæmi þessa dagana þar sem er nýbúið að tilkynna risavaxinn samning vatnsverksmiðju í Þorlákshöfn. Er það fyrirtæki sem að þínu mati er dæmi hið nýja atvinnulíf? Já, það er svolítið merkilegt fyrirbæri þetta fyrirtæki á Jóni Ólafssyni og sérstaklega gaman að fylgjast með þessu. Það var gaman að fylgjast með hérna fyrir vikunum þegar Jón var að kynna umfang. Ég hef komið hérna í þessa vatnsverksmiðju 2-3 sinnum, hún svo sem hefur byrjað smátt en þetta hefur verið seglað í þessu verkefni og nú virðist þetta að vera að springa út, þannig að Jón er fyrstu mannan á að fénýta þessa miklu auðlind sem að vatnið er hérna undir jörðinni á okkur kaldavatni, þannig að það er klárlega dæmi hérna verkefni sem að flokkast undir grænt atvinnulíf og nýtt atvinnulíf og allt aðrar áherslur heldur en hinn hefðbundna stóriðja sem við höfum svo mikið lagt í á síðustu árum. Já, það er einmitt banka á dyrnar hjá ykkur í ríkisstjórninni hjá álfyrirtækjum og óskað eftir samningum rafmagn og þarna bara rétt í túnfætunum í Þorlákshöfn líka. Finnst þér það eiga saman að reka fyrirtæki sem setur svona græna stefnu og síðan málmvinnslu í næsta garði? Það hlýtur nú að vera frekar hæpið og það hlýtur að setja það mál líka í nýtt samhengi, sem sagt hvort að og hvar eigi þá að byggja upp áltæknigarð eða álverksmiðju þarna á þessu svæði þegar að umfangið á vatnsverksmiðjunni er svona mikið og þetta er svo stór uppbygging og mikilvæg bæði fyrir sveitarfélagið Ölfus og Íslendinga alla. Þetta er orðið að miklu ævintýri ef að þetta gengur upp sem að Jón Ólafsson og félagar er að leggja upp með og eins og virðist alltaf að gera. Þá hlýtur það að skoðast alveg upp á nýtt hvernig álframleiðsla geti farið saman við það og eins það að iðnaðarráðherra hefur nú verið vísa frá öllum rannsóknarleyfum inn á órösku svæði, þannig að það er ákveðin svona frestunarferli í þessum málum í gangi núna. Eins og við sögðum fyrir kosningar að við tækjum ekki ákvörðun nýja stóriðju fyrir að væri búið að fara í rammaáætlun. Nú er svona í kosningabaráttunni var töluverður munur á málflutningi Sjálfstæðisflokksins og ykkar í Samfylkingunni. Ríkisstjórnin setur að vísu fram í stefnuyfirlýsingu sinni að það eigi að vinna þessa rammaáætlun, en finnið þið fyrir því á ríkisstjórnarfundum að Sjálfstæðismönnum líki það ekki til þeim sem þú ert að lýsa hér með iðnaðarráðherrann sem að hafnar þessum beðnum? Nei, það hefur aldrei komið inn á borð ríkisstjórnarinnar á þessum vikum sem eru frá ríkisstjórnarmyndun neina umræðu það og svo sem ekkert að þessum málum er á leiðinni þangað. Þetta er allt í ákveðnum ferlum. Sum málin eins og til dæmis Þjórsárvirkjanirnar sem var mikið deilt í kosningabaráttunni, þær eru núna á sveitarstjórnarstiginu, á skipulagsstiginu. Ég fór aldrei dult með þá skoðun mína í kosningabaráttunni að ég er andvígur því að reisa þessar 3 virkjanir í neðri hluta Þjórsár og ég er ennþá andvígur því og ég vona þær verði ekki að veruleika. Sjálfstæðisflokkurinn held ég í meiri hluta studdi það, allan að forystu og talsmenn, en það mál hefur heldur ekkert komið inn á borði ríkisstjórnarinnar og veit ekki hvort það kemur okkur nokkuð tíma. Það er núna statt til dæmis á Flóahreppi sem stendur frammi fyrir því að setja inn á skipulag eða ekki og þá hefur náttúrulega máli komið í nokkuð uppnám ef þeir gera það ekki. Þannig að auðvitað er mikill munur á viðhorfum samfylkingamanna og sjálfstæðismanna til einstakra verkefna. Við erum að reyna að ná. En er þetta sameina það í ríkisstjórninni? Kemur það ekki bara að því að það slæðir í brýnu á milli stjórnarflokka? Það þarf ekki að gera það. Það er samstaða að fara þessa leið. Það er ekki verið að taka ákvörðun nýja stóriðjuframkvæmdir núna. Það er búið að vísa frá þessum rannsóknarleyfum og það var gert í samkomulagi í ríkisstjórninni. Það var samkomulagi í ríkisstjórninni og meðal forystumanna hennar í vor að fara í rammaáætluna sem við boðum fyrir kosningar að við vildum gera, að kortleggja náttúruna og taka frá þau svæði sem við viljum vernda áður en við förum og tökum afstöðu til nýrra stóriðjuverkefna. Eða verður ekki farið í þessar virkjanir í neðri Þjórsá, ég man rétt, það þýðir þá væntanlega að Alcan, það hefur þá ekki rafmagni í sína stækkun, eða þeir fá að stækka einhver staðar, þeir hafa horft til Þorlákshafnar, þeir hafa horft til Keilisness og jafnvel verið að tala það sé hægt að stækka enga síður í Hafnarfirði þó kosningar hafa farið eins og þær fóru og menn verið farið með nýtt skipulag í kosningu þar. Svo er náttúrulega Helguvíkur álver sem býður líka. Er það ekki verið að setja fótinn fyrir þessi áform?
Þessi áform voru alltaf skilyrt náttúrulega við að til dæmis virkjanaferli næði fram að ganga. Að sveitarfélögin settu þetta inn á skipul, að sveitarfélögin hafa gífurlega mikið vald í virkjanamálunum. Valddreifingin á síðustu árum frá ríki til sveitarfélag hefur til dæmis haft það í för með sér að skipulagsvaldi sem náttúrulega mjög afgerandi vald á mörgum sviðum hjá sveitarfélögunum. Og þar liggur bolti núna, þannig að samningar hugsanlega raforkuframleiðslu úr neðri hluta Þjórsá voru alltaf skilyrt við það að sveitarfélögin létu máli ganga fram. En þið gagnrýndu það líka meðan þið voru í stjórnarandstöðu og einmitt börðuð á Framsóknarflokknum fyrir þetta að færa þetta frá löggjafanum alfarið yfir í sveitarfélögin vegna þess að það þyrfti að marka hér stóriðu stefnu á landsvísu, stjórnvöldin þyrfti að gera það. Eftir þá núverandi ríkisstjórnin raun og veru að gera það sama og skýla sér á bak við sveitarfélögin? Nei, það staðan eins og það núna, sem sagt núverandi umhverfi svona eins og ég var að lýsa áðan. Það sem við ætlum að gera, það að taka aftur til Alþingis ákvörðunarvaldið einstök virkjanaleyfi. Það var fært út úr Alþingi og til iðnaðarráðherra. Við ætlum að láta það ganga tilbaka inn í Alþingi. Þannig að Alþingi ákveði og ræði hverja einustu framkvæmd sem að fyrirhuguð og það eðlilega ferli, það lýðræðislega ferli. Síðan að sjálfsögðu fer málið í hinn hefðbundna feril hjá sveitarfélögunum eins og við ræddum áðan. Skipulagsvaldið áfram þeirra og svo framvegis, en það þarf að svona miðsetja miklu meira umræðun og ákvarðanavaldið þessi virkjanamál. Það ekki hægt að vista þetta algjörlega hjá sveitarfélögum og orkufyrirtækjum. Það ábyrgðarlaust af ríkinu eins og þetta hefur verið haft og það á að láta það ganga tilbaka. En það vilji beggja flokka í ríkisstjórn? Já, ég veit ekki annað en að bæði ríkisstjórn og Alþingi hafi ábyrgari og meiri aðkomi að upphafi málsins, sem sagt virkjanaleyfinu sjálfu. Iðnaðarráðherra hefur þarna rannsóknarleyfin að segja eins og nú hefur hann vísað frá umsóknum rannsóknarleyfi á óráðskuðum svæðum. Við erum að ráðast núna í vinnu við rammaáætlun sem að mun verða mjög afgerandi plagg og liggja til grundvallar öllum stóriðjuframkvæmdum til framtíðar. Ég hef ekkert legið á því að ég myndi vilja sjá það að stóriðjutímabilinu í íslenskum atvinnuháttum væri meira og minna lokið. Við værum að sigla inn í... Það meina í þunga iðnaði? Já, í sjálfu sér, að við værum ekki að fara að byggja hér seríu nýrra verksmiðja þó svo að einhver verkefni sem í farvatninu klárist, það ekki hægt að útiloka það. En að framtíðin sé, eins og við nefndum áðan í Ölfusinu með vatnsverksmiðjuna, svo var nú DFF að birta fréttum það í gær að feyingaverksmiðja sem hefur staðið í 11 ár í Þorlákshöfn, búið að setja hana 400 milljónir og framleiða 5.000 tonn af höri, næri ekki að ganga fram, en ná ekki að ræsa hann út af því að vantar 150 milljónir. Það svo mörg nýsköpunar verkefni sem hægt að fara í, mörg sprotaverkefni sem hægt að fara í með mjög svona fjölbreyttum og myndarlegum hætti, sérstaklega í tengslum við mótvægisaðgerðirnar út af þorskbrestinum núna. Höldum okkur aðeins í þínu kjördæmi og tökum aðra starfsemi sem má væntanlega bara líka kalla stóriðu, sem er blóma- og grænmetisrækt sem mikið fyrir fram í þínu kjördæmi. Þar hafa bændur kvenkað sér árum og áratugum saman undan háu orkuverði og hafa bent á að þeim finnst það óréttlátt að þeir séu látnir borga miklu hærra verð heldur en álverið til dæmis að greiða. Geta þeir hugsað sér vel til glóðarinnar núna með þína röddin í ríkisstjórn? Sérðu fram á það að það verður að auka hag þessa atvinnuvegar? Já, þeir geta gert það. Ég hef tekið það oft upp í þinginu á síðustu árum að raforkuverð til garðyrkjuframleiðslunnar, grænu stóriðjunnar eins og hún oft kölluð, verði fært til samræmis við raforkuverð til hinnar hefðbundnu stóriðju. Það væri sanngirnismál að byggja þannig undir þessa miklu atvinnugrein sem að grænmetis- og blómaframleiðslan í dag með því að selja þeim raforkuna á mikilara verði, sanngjörnu verði til jafns við stóriðjuna. Því hefur verið mótmælt að því að stóriðjan sé svo stór einstakur kaupand og þess vegna getum fengið raforkuna á þessu verði, auðvitað það rétt, en við þurfum að leita leiða og við munum leita leiða á næstu mánuðum og misserum til að lækka verulega verð á raforku til stóriðju og það mál verður að sjálfsögðu skoða mjög gaumgæfilega í ríkisstjórn og einn af þessum fjárfestingarverkefnum sem hægt að fara í svona í henni fjölbreyttu atvinnuflóru til að efla atvinnulíf og mannlíf á landsbyggðinni þar sem að skóginn kreppir, það gerir alltaf víða út frá samdrætti í aflaheimildum, þá er þetta styrkja atvinnulíf víðum hér til dæmis með þessum hætti. Tökum aðra landshluta, tökum til dæmis Vestfirðina. Ég heyrði á bæjarstjórunum á Ísafirði daginn sem var hér í hádegisviðtali hjá okkur. Hann bendir á að þar séu til vaxtarsprotar sem að ekki hafi verið sýndur mikill áhugi af ríkisins hálfu
Það er stundar mikið þorskeldi, það er bent á að það sé hægt að auka, þetta er mikils munað, það er mikil þekking, þar gengur menn ekki alla leið í stofnun háskóla, heldur stofnun einhvers konar háskóladeild eða hvað það nú kalla. Það er mikill vilji til þess að fara alla leið í háskólastigið og styðja við þekkingariðnað og þjónustu þar. Sérðu þetta fyrir þér að þetta sé eitthvað sem að ríkisstjórnin muni bakka upp? Já, ég held að þetta sem þú varst að lýsa núna liggi þeim hugmyndum sem núna að borði iðnaðarráðherra og fjármálaráðherra fara svona með verkstjórn í því sem lítur að mótvægisaðgerðunum. Svo er náttúrulega félagsmálaráðherra og menntamálaráðherra og fleiri sem eru að fara að kynna aðgerðir. Samgönguráðherra hefur kynnt flýtiframkvæmdir í vegamálum. Það verður kynnt núna fljótlega sambærilegur pakki í fjarskiptamálum, háhraðanetið og GSM-tengingarnar. Ég vona að menntamálaráðherra kynni það til dæmis að það verði reistur fullburða, eða sem sagt háskólaseturinn á Ísafirði verði breytt í fullburða háskólastofnun, hvort sem hún yrði þá undir reglíf Háskóla Íslands eða Háskólans á Akureyri, það skiptir ekki öllu máli, en þetta sé fullburða háskólastofnun, háskóladeild og að verði farið með sambærilegum hætti í nýsköpunarframkvæmdir og fjárfestingar í ýmsum öðrum sprotum, eins og til dæmis þorskeldi og mörgu öðru. Iðnaðarráðherra kynnt daginn fyrir viku síðan verulega aukin framlög til byggðastofnunar, núna fyrir rúmri viku síðan. Það er held ég fyrsti vísirinn af miklum fjárfestingum í mjög fjölbreyttum sprota og nýsköpunarfyrirtækjum út allt land. Við getum mætt þessum samdráttarlandsbyggðinni sérstaklega með samgöngu átaki, fjarskipta átaki, fjárfesting í menntun og aðgengi að henni gegnum fjarnámið og svo framvegis, og svo hinnu að fjárfesta og koma þolinmótt fjármagn inn í uppbyggingu á atvinnustarfsemi út á landi og ekki síst á Vestfjörðum. Já, rétt 20 sekúndur eftir, mér langar að spyrja þig, hvernig sér þú sem viðskiptaráðherra fyrir þér að þú getur auðvelt að segja ungu fólki sem vil hasla sig öll í viðskiptum? Hvað er stóra verkefnið þar? 20 sekúndur, það er ósanngjarnt. Það er ósanngjarnt, en það er fyrst og fremst að stuðla að sanngjörnu verði og framboð á lánsfjármagni, þolinmóðu lánsfjármagni, og við getum svo sett á langar umræður gjaldmiðilsmál og fleira í framhaldi af því. Björgvin G. Sigurðsson, viðskiptaráðherra, þakka þér kærlega fyrir komuna í hádegisviðtali hjá okkur. Hádegisviðtalinu er lokið í dag, verið sæl.